Við förum stundum út í geim, þar að segja við fjöllum stundum það sem að þarna úti, stjörnurnar og norðurljósin og vetrabrautir og svarthol til dæmis og reynum að skilja þetta. Og þá köllum við til fólk á borð við Gunnlaug Björnsson, stjarnælisfræðing, Sævar Helga Bragason, vísindamiðlara og Sigríði Kristjánsdóttur, formann stjörnuskoðunarfélags Seltjarnarness. En þannig að það styttist í almyrkvann 12. ágúst á næsta ári og nú eru nákvæmlega 295 dagar, 8 klukkustundir, 13 mínútur og 18 sekúndur. 17, 16, svona líður þetta. En Sigríður stakk því að okkur að seinna í vikunni verður fyrirlestur sólmyrkva eða almyrkva og hvernig almyrkvi hefur verið notaður til að sanna eðlisfræðikenningu, sjálfa afstæðiskenninguna. Sigríður komin í þáttinn ásamt Matthíasi Harksen sem doktorsnemi í kennilegri eðlisfræði. Velkomin. Takk fyrir. Já, það styttist. Eru þið spennt? Verður þið sífellt spenntari? Já, eiginlega sko. Þetta er eiginlega komið út því að maður veit ekki alveg hvað maður á að gera því það er svo margt sem maður kemur til greina, hvert maður á að fara, hvar maður er að með hverjum, þannig að þetta verður eitthvað partí sko. Og bara 2 mínútur. 2 mínútur á Vestfjörðum það ekki. Mínúta er ekki þar bil. Já. En þið þurfa að fara að ákveða ykkur. Já, kannski. Skilst að margt fólks búið að því? Ég og einhverjur eru búin að panta hótelgistingu fyrir 10 árum síðan. Ég er ekki alveg þar sko. Nei. En með þið býðið þá notiði tíman til þess að læra og fræðast og kynna ýmislegt sem að snertir almyrkvað með einum eða öðrum hætti og eðlisfræðikenningar og myrkvar. Hvað samhengið þarna á milli? Það er ekki augljóst. Það er hægt að nota almyrkva til þess að mæla ljós frá stjörnum og það er það sem við notum til þess að staðfesta eins og eina afstæðiskenningu. Og það var það sem gerist með 1919 þegar menn sannprófuðu afstæðiskenninguna í fyrsta sinn. Segðu okkur frá því, Matthías. Þannig að Eddington-tilraunin sem var framkvæmt 1919, hún í raun skaut Einstein upp á stjörnuhiminin. Og það var þannig sem hann var bara celebrity overnight. En það er líka svolítið svona áhugavert í svona ljósi sögunar að hún hefði getað verið skrifað allt öðruvísi ef að þeim hefði tekist 1914 að framkvæma þessa mælingu. Þannig að þeir reyndu það 1914. Einstein lagði mér svo út sjálfur, þú veist, ekkert eitthvað litla summu, bara 5 milljónur og 1 sparireikning og svona núvirði. Og það mistókst af því að þeir voru svo gripnir af því að heimsstyrjöldin braust út þarna 1914 og þeir voru gripnir í Sevastopol og bara fengi ekki að gera tilraunina. Hvernig ætluðu þeir að gera það? Bara það sem maður gerir er að maður tekur svo mynd 6 mánuðum áður eða 6 mánuðum eftir, skiptir raun ekki máli, bara svo að sólin sé alveg örugglega ekki fyrir og síðan þegar sólin kemur hérna og tunglið fer fyrir þá getur maður séð stjörnur sem eru svona á jaðri sólarinnar og það er þar getur maður mælt ljóssveigju og það kannski ljóssveigjan var það sem að fólk svona hampaði sem svona það sem sannaði að afstæðiskenningin væri sönn en Newtonska kenningin spá líka fyrir ljósvegi, sko, það gleymið svolítið umræðinni og Einstein sem spáði fyrir 2-falt stærra viki heldur en Newtonska kenningin og það var það sem menn sáu en í 1914 þegar þeir ætlaðu að gera mælingarnar þá hafði Einstein reiknað vitlaust og ef þeim hefði tekist að gera mælingarnar 1914 Finlay Fröndlaug sem enginn veit af því að hún tókst ekki að gera þetta þá hefði bara saman verið allt önnur fólk hefði bara séð bara, Einstein hann hafði rangt fyrir sér bara almenn afstæðiskenning, þetta bara eitthvað bullkenning sko og það bara mjög mikilvægt að ná þessum fakta á 2 rétt. Ég held ég hef aldrei heyrt þetta áður, Einstein ræknaði vittlust. Já, það gerist þetta oft. Ég held áður við tölum meira þetta að það sé best að biðja að útskýra afstæðiskenninguna á einföldu máli og þeir fremast rund. Einfaldasta sem við sínum til dæmis á Vísindavöku Rannís þar maður tekur dúkinn sko og svo setur maður eitthvað þungan hlut í miði dúksins og það á að sveigja tímarúmið. Það á að vera svona sjónræn myndhverfing fyrir þetta fyrirbæri. Það er þetta erfitt að sína þetta í útvarpi en við setjum svona eitthvað þungan hlut í miði dúks og svo
í rauninni á það að sveigja tímarúmið og hvernig hluti ferðast þá í kringum þennan stór massa á að vera svona viðlíking við almennu afstæðiskenninguna. Og bílar hafa líka eða það ekki verið notaði til þess að útskýra þetta. Bílar? Einhvers staðar las ég það. Já. Það verið hreyfing á bíl, sko. Já, það takmarkað afstæðiskenning, myndi ég segja, en ég veit ekki hvort það... Ég ætla ekki að deila það. Það svo takmarkað afstæðiskenningi sem Einstein setur fram hérna 1905, Annus Mirabilis, þar sem hann byrti 4 greinar. Það magnar sko að byrja ferilinn sinn á því að bara skrifa grein sem fær Nóbelsverðlaunin. Þú veist, það ekkert venjulegt. En þess að almenna afstæðiskenningin kemur síðan 10 árum seinna. Þú veist, það tekur bara 10 ára að þróa hana. Það er hérna, munurinn á að framkvæmda tilraunir í lest eða bíl, afstæðiskenningin þar og svo útskýring á þyngdarlögmálinu, almenna afstæðiskenningin. Förum það aftur til 1919 og þar er aðal hlutverki Arthur Eddington. Nákvæmlega. Segðu okkur aðeins frá honum. Þannig, það er eitthvað svona freka fyndin saga í kringum af hverju Eddington fór yfir höfuð í leiðungurinn á eyjuna Príncipe. Hann sem sagt var kvikari og hann af trúarlegum ástæðum vildi hann ekki fara hann var svona boðaður í herinn. Þannig að það er styrjöld 1914 til 1918. Og hann boðaður í herinn en hann vill ekki fara og hann skrifar þeim svona formlegt bréfum að hann ætli nú bara að gerast liðhlaupi og þá segja það nei, það gengur ekki að svona virðulegur hámenntaður stjarnælisfræðingur gerist liðhlaupi, við verðum að koma í veg fyrir það, við sendum hann í þetta mission að mæla almyrkvann 1919 og það var það sem að hún var úthlutað í staðin fyrir að fara í herinn. Þannig að hann gerði þetta samt á vegum hersins, eða það var hans hlutverk. Þetta var í rauninni að má segja að það hafi verið á vegum hersins einmitt, en stríðið síðan kláraðist 1918 og það er líka hluta því af hverju þetta varð svona í rauninni, af hverju fjölmiðlar í Bandaríkjunum mögnuðu þetta svo mikið upp, vegna þess að það væri í rauninni verið að segja að eftir stríðið að þarna var breskur stjarneðlisfræði hópur sem að sannaði kenningar Þjóðverja sem höfðu verið í stríði þarna bara 4 ára undan og þetta bara skaut honum Einstein alveg svakalega upp á stjörnuheiminum að vísindi væri einhvern veginn ofar stríðum og átökum í heiminum. Var mikið þetta fjallað á sínum tíma og almennur áhugi? Já, eftir hennar fund 7. nóvember, það tekur þetta smá tíma að vinna úr sólmyrkvann var 29. maí, það tekur svona 3 mánuði kannski að vinna úr gögnunum, skrifa grein og birta hana og 7. nóvember þá sér maður bara, Times bara þyngdarlögmálinu kollvarpað, Newton búinn ný öld mannkins hefst. Og stóru orðin voru ekki spöruð. Nei. Og þarna var reikna rétt. Já. 1915 þá lagaði hann reikningana sína. Já. Yfir þetta ætla þú að fara í býsna ítalegu máli vestur á Melum á 50-daginn. Já, 15 klukkan 8 í Veröld, húsi Vigdísar. Þá voru skollið á myrkur. Já, það okkur líður bara vel í myrkri. Ég held að það er svona fámennur hópur sem að hlakkar til þegar að nálgast myrkrið aftur og getum við farið út að skoða stjörnur og sólmyrkva. Akkurat, kjörtími fyrir ykkur. En það eru áður nefnt stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarnes og svo stjarnvísindafélagið sem að standa þessum fyrirlestri í Veröld á 15. Við nú stundum fengið þig og stjörnuskoðunarfélagið hefur verið nefnt hérna nokkur sinnum býsta gamalt félag og fjölmennt og virt. Við ammali á næsta ári, við verðum 50 ára. Já, það er svo. Við verðum nokkir eitthvað. Þess vegna er sólmerkur, En það var eiginlega til það ekki í kringum sjónaukann á út á Nesi? Já, sem er út á Valhallsskóla, þannig kom þetta til og svo höfum við haft okkar hlutverk svona að efla stjörnufræði áhuga og svona vera einhver leið fyrir fólk til þess að fá smá útrás. Akkurat. En stjarnvísindafélagi, ég er ekki viss að við höfum nefnt það hér áður. Það er svona meira fagfélag, það er félagfólk sem hefur stundanám í einhverju tengdum stjörnvísindum eða starfar við það og hefur svona að hluta til sama hlutverk og stjörnuskoðunarfélagið að svona dreifa áhuga á stjörnvísindum eða vekja áhuga. Eru margir í því félagi? Er margt fólk sem vinnur með einhverjum hætti við himingiminn? Þetta er ekki stór hópur,
það kannski fleiri sem hafa stundan nám í til dæmis stjarneðlisfræði en fara svo að starfa við eitthvað annað af því það eru kannski ekki svo margar stöður hérna á Íslandi sem þú getur unni sem stjarneðlisfræðingur. En það eru einhverjir hafa svona lent síðan hjá CCP og eru þar að svona hanna einhverja geimveröld. Það hægt að fá svona útrás á ýmsum stöðum. Já, Matthías, hvað langar þið að gera þegar þú ert búið með doktorsnámið í kennilegri eðlisfræði? Þetta ekkert eðlilega erfið spurning og ég sko, ég ætlaði að sækja nýdoktorstöður en það svona svolítið erfið aðstæða núna, sérstaklega þegar bandaríski svona vísindamarkaðurinn að lokast og allar umsóknir vera svolítið erfiðara þegar fleira fólk að sækja þaðan kannski heldur en venjulega í Evrópu. Þannig að, en ef það gengur ekki upp þá kannski spyr maður CCP. Vonum að það allt saman fari vel. En já, Sigríður, þú talaður myrkrið og við lásum hérna frétt úr vikublaðinu í gærmorgun þar sem var greint frá því að sveitarstjórn Norðurþings hefur samþykkt að verða aðili að nokkru sem að kallast Dark Sky og það fyrsta sveitarfélagið á Íslandi sem að skerist aðili að Dark Sky sem eru samtök sem hafa það hlutverk og markmiði að endurheimta næturhiminin. Og það var ekki síst þessi dásamlega fyrirsögn á fréttin sem að vakti áhuga okkar. Í leit að gullijarðar höfum við gleymt demöntum himinsins og þessi orð eru höfð eftir Hjálmari Boga Hafliðasyni forseta sveitarstjórnar. Já, ég svo sammálónum sko að þetta svolítið eins og demantar líka og horfir á stjörnur í gegnum sjónauka þá ennþá meira eins og einhverju litlir geimstinnar. Þá fyrir að sjá mismunandi liti og litbrigði og ef við bara missum þetta úr okkar daglega lífi, bara, ég held að enginn okkar geti eiginlega alveg hugsað sér það, bara hætta að sjá stjörnur. En samt erum við ótrúlega miklir ljóssóðar, bara sérstaklega á Íslandi. Við höfum svo mikinn aðgangað ódýru rafmagni og þá bara lýsum við upp allt og núna komið mikil LED-ljósa væðing og þau eru ennþá ódýrari og þá eru bara ljós allstaðar alltaf. Og við þurfum eiginlega að koma smá hömlum á þetta því að það ekkert mál, það betra fyrir alla. Það betra fyrir fólk, það betra fyrir dýralíf, fyrir skordýr, fyrir aðeins að hemja okkur, að stýra lýsingunni. Það náttúrulega enginn að tala að það bara slökka öll ljós ef við viljum líka geta haft bara öryggi sem við höfum af ljósunni. En það alls konar leiðir og það eitt af því sem að Dark Sky gerir. Það að koma með leiðbeiningar hvaða ljósabúnaðar virkar, hvernig á að setja hann upp, hvernig á að stýra þessu. Bara til dæmis að hafa einhverja kvikstýringu á því hvenær ljós kvikna og hvenær ekki. En ég held að við finnum það öll bara þegar við erum einhvers staðar að keyra til dæmis eða ganga að það eru einhver auglýsingaskilti og þau eru svo björt og ég skil ekki alveg akkur þau þurfa að vera svona björt og akkur þau þurfa að vera í gangi 3:00 á nóttunni. Það enginn að fara að versla einhvers staðar 3:00 en að fá sér sófa eða eitthvað. Þannig að það svona, við mættum alveg aðeins stýra þessu betur. Þannig að við erum aðgengir orðið svo mikið og sem náttúrulega kostur en við þurfum aðeins að passa okkur. Og myrkrið eftirsótt. Já, myrkrið náttúrulega fyrir okkur bara sem einstaklinga eitthvað sem að við eigum alveg að geta nýtt okkur til þess að fá að nýta okkur til þess að skoða stjörnur og stjörnuhiminin en líka mjög mikilvægt fyrir dýralíf, skordýr og fuglar, það bara ruglast heilmikið ef það bara ljós allstaðar út allt. Og ég var að hlusta á hlaðvarp daginn sem var að tala rannsókn sem gerða hverju ári til þess að fylgjast með fuglum sem eru að fljúga í Bandaríkjunum þegar það kveikt á ljóssúlum í New York til að minnast 9/11 11. september og þá fylgst með hvernig fuglarnir bara leið að kveikt á ljóssúlum og þá bara taka þeir einhverju uppeyju og fara bara að fljúga í kringum einhverju súlur og þá bara fylgst með og talið og þá því síðan stýrt sko. Ef að fuglarnir eru allir bara í alveg rugli þá bara slökka þær á ljósunum í smá stund, bíða eftir að fuglarnir jafni sig og fari og kveikja svo aftur. Þannig að ef að þeir geta stýrt þessum ljósa sýningum þar, ég held að við getum þá aðeins kannski stýrt hvernig við höfum ljósin heima hjá okkur. Við þurfum kannski ekki endilega að hafa, mjög vinsælt ennþá eiginlega að vera með svona ljós utan húsinu sem að lýsa bæði upp og niður. Af hverju þurfum við að lýsa upp? Það
hvað erum við að fara að sjá hana uppi, þar viljum við ekki sjá hvar við erum að ganga. Þannig að það er alls konar sem við getum gert. Og svo náttúrulega ferðaþjónustan er vaxandi að fólk sé að sækist eftir að komast í að skoða norðurljós, að skoða stjörnur. Það er svo margt sem við getum einhvern veginn leitt fólk inn í. Það er alls konar sögur af bæði vísindatilraunum og líka bara frá frumbyggjum. Allt kemur einhvern veginn saman. Það er eitthvað sem við hefum sameiginlegt. Það er stjörnuhiminin. Já, af því að við erum á höfuðborgarsvæðinu þurfum við að fara langt frá borginni til þess að komast í það myrkur sem að þið viljið. Til þess að komast í svona alvöru myrkur, já, þú þarfst að fara svolítið langt frá. Það er, ef þú ætlar að skoða einhver mjög dauf fyrirbæri, þá þarfst að fara bara liggum við upp á hálendi. En svona til þess að bara fara til dæmis út á Seltjarnarnes, sem er náttúrulega nesið okkar, við Gróttu og líka það sem á Golfvöllurinn er, þar leið ertu komin aðeins út úr því bjartasta og þá ertu farin að sjá aðeins meira, við viljum náttúrulega geta séð vetrarbrautaslæðina, það er eitthvað sem að fólk sér ekkert á hverjum degi. Mér finnst kannski ekki alveg nóg að fólk sjáu bara Karlsvagnin og svo eina bjarta reikistjörnu. Það er fullt af öðrum stjörnumerkjum. Getið þið ímyndað ykkur eins og Hjálmar Bogi nefnir að vera á stjörnubjartri vetranóttu í Ásbyrgi til dæmis? Til dæmis, sko. Ég er bara þar leiði og loka augunum, sko. Ég er að hugsa þetta. Núna eru 295 dagar, 7 klukkustundir, 57 mínútur og 20 sekundur í almyrkvan. En bara 2 dagar í fyrirlestur. Sko. Akkurat. Og svo annar 4. nóvember og 3. desember. Við erum með bara fullt að skemmtilega fyrirlestur. Þið haldið fólki við efnið. Takk ykkur fyrir að vera með okkur á morgunvaktinni í dag. Sigríður Kristjánsdóttir og Matthías Arksen. Takk fyrir okkur.